Ég heiti Eva Rósa og ég elska að dansa. Ég starfa sem skemmtikraftur í dag, 2 barna móðir, gift eiginkona. Mér líður eins og ég geti gert allt, hvað sem það er að dansa, syngja eða skemmta á sviði. Mér finnst einhvern veginn eins og það sé ekkert sem ég geti ekki gert, þangað til eitthvað klikkar. En það er ekkert víst að klikki. Þetta er Debbie, systir mín. Hún er líka mjög hæfileikarík. Hvað með mununum eða? Mamma vildi hjálpa mér. Og þetta er Tinna, litla systir okkar. Hún getur verið afskaplega þreytandi. En það er samt alltaf gaman hjá okkur. Við ólumst upp í Kópavogi. Þetta er mamma. En sá sem heldur á myndavélinni, það er pabbi. Hann er frá Króatíu. Pabbi kom til Íslands fyrir 50 árum síðan. 1970, hann kom 1972 til Íslands. Og kom hérna ekkert út af neina ástæðu. Hann var ekki að koma sem flóttamaður eða neitt því líkt. Hann kemur bara til Íslands af því hún langaði í betra líf. Systir mín, hún gerðist SOS-foreldri af því ég var alltaf að tala svo mikið hvað var geggjað að vera SOS-foreldri og hún fékk barn í Króatíu og þá hugsaði ég, er barnaþorp í Króatíu? Af því ég hafði bara ekki hugmynd að væri barnaþorp í Króatíu. Þannig að ég sótt sérstaklega að væri í Króatíu af því að náttúrulega út af tengingunni við pappa. SOS-barnaþorpin hafði samband við mig og spurði hvort ég hefði áhuga á að fara til Króatíu, heimsækja barnið mitt, taka systur mína með. Það var aldrei spurning um nei eða já. Ég náttúrulega sagði að sjálfsögðu já. En svo getur við kannski hittað fyrir Króatíu og tala um 10 kannski svo svona einu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hætti ekki meira það? Talið upp á 100? Þú getur ekki talið upp á 100. Hvernig segir 89? Pabbi var svo upptekinn af því að læra íslensku þegar hann kom til Íslands og þegar við vorum litlara. Því það er alltaf sagt að það sé best að læra annað tungumál af börnum af því þau dæma svo lítið. Við vorum bara alltaf ánægð með bara að pabbi gat tala við okkur. En núna gæti ég, við gætum pikkafætt svona og ég gæti örugglega líka komið mér í hjónaband. Að þau konum, Ok, það verður spennandi ferð. Við komum til í hjónaband í leiðinni. Pabbi, en það er að koma! Geturðu sagt okkur frá því þegar þú komst til Íslands? Þegar ég kom í Keflavík, lendi í vélinni, fer ég í rútu. Kem ég í rútu og bílstjóri. Sá svona fátækan strák koma, ég var réttan til að júgóslavneska pening. Hann sá ég á ekki neitt, hann segi, sestu bara. Ég mútti vilja hitta þennan mann í dag. Gaf þér ókeypis far í bæinn? Ókeypis far á Hótel Loftleiðir, það fór út að þunga. Og hvað gerður þú svo þegar þú komst á Hótel Loftleiðir? Það var, hann beið eftir mig, frendi minn, hann beið eftir mig þar. Já. Svo beint í frystihús. Sem þú hélst að þú værir, sem hét Júpíter og Mars. Og pabbi hélt að hann bara að vinna fyrir NASA. Þá það viltu beina fyrsta herrvísi, þorskur maður, ég get svo. En það er samt svo krútlegt hvað maður þú veist, eitthvað nýtur og maður svo saklaus. En þú veist, þegar stríðið byrjaði, við vorum alltaf úti þegar við heyrðum fyrst. Það í Portórós, já. Maður heyrði það sem byrjaði eitthvað. Og þá sagði gamall maður það sem við leiðum herbyggi. Hann segist þangað því verða að forða ykkur frá. Fórum yfir til Ítalíu, þá byrjaði það.
Stríðið sem hófst í sumarfríinu okkar árið 1991 entist í áratug. Átökur til þess að landi sem pabbi ólst upp í, Júgóslavía, liðaðist í sundur. Við gátum ekki heimsótt fjölskyldun okkar í rúm 10 ár. Þó að sveitinans pappa hafa mestu sloppi við stríðið, þá vill hann ekki tala mikið um það. En hvernig leiðir þegar þetta byrjaði? Það snerti mig ekkert, sko. Ég var bara að hugsa fyrst og fremst að koma okkur yfir. Maður gæti ekki gert, sko. Nei. Ég vissi ekki að myndi vera svona. Ég held að hafa enginn vitað. Þessi hatur sem búinn að vera og sem ennþá í dag, minnst þetta fáránlegt, sko. Þegar þú sér þessar myndir, hvaða tilfinningar kom upp? Hann langar með að bakka aftur í tíman. Að það? Hvað uppáhalds árið með okkur? Öll. Og ég við flugum alltaf til Luxemburg og svo keyrðum við 1000 kílómetra til að komast. Og það var bara haft gaman á leiðinni. Var þetta menningarsjokk fyrir það að koma þegar þú fórst fyrst í sveitina til pappa? Ég hugsaði bara hvert ég komin og það eigum við kannski, af því við fórum alltaf bara fyrst þegar við vorum að gifta okkur. En mamma og pappi alltaf kom með okkur og mömmu fannst eins og hún væri komin í sveitina þegar hún var stelpa. Þannig að bara alveg langt aftur í. Og núna 42 ára seinna, mér finnst þetta bara alltaf vera saman. Bara nú erum við að fara til Slóveníu og Króatíu en áður vorum við alltaf að fara til Júgóslavíu. Svo dóu náttúrulega amma og afi meðan stríðið var og það var ekki möguleiki fyrir hann að komast út til þess að fara með þau. Ég man eftir pappa í stofunni og þetta var í gangi og hann komst ekki út. Já, það fóru þarna bara á þessum tíma og það var ekkert hægt að gera, það var ekkert hægt að fara. Núna erum við á leiðinni að heimsækja börnin okkar. Og þú átt lítinn strák í þorpinu. Við pabbi, eigum son. Þið pabbi, já, eigið son. Svolítið gömul, svolítið gamli foreldrar en... Já, en hann er bróðir Debbjar. Doktor SOS bassins hennar Debbjar. Já. En svo eru öll börnin okkar þarna í sama þorpi. Já. Þetta verður mjög skemmtilegt. Þetta verður mjög erfitt, held ég, mikla tilfinningar. Af því að líka við höfum svo rosalega sterkar og það er náttúrulega þér að þakka. Þú hefur alltaf passað upp á að tengslin við Króatíu séu til staðar. Við erum að fara út með gjafir til barnanna og við erum sem sagt, ég er sem sagt, af því það er eins og hún sé ekki að gera neitt. Oh my god, ég gerði upprunalega miðan. Bara þannig að sé, ætlar að merkja gjafirnar með þessu? Hvernig ætlar þú að merkja? Oh my god. Nei, við getum ekki gefið börnum þetta. Nei, ég er alltaf að skrifa. Vanda blað. Hvað, ætlar að taka þá annað hvítt blað og gera alveg það sama og ég var að gera? Ég er náttúrulega að gera þetta fallega. Hafðu þið þetta undir? Já. Sveitandi. Hvað ætlar þú að gera? Ég er að skrifa króatísku. Elsku svo nefnunarbörnunum okkar. Þetta er bara, netið hérna ég er á 3G, það er sko komið 5G í alheiminn, en hér inni er 3G. Þetta er 5G hjá mér. Tinna var ekki með Google Translate í símanum sínum af því að hún er með iPhone sem er úr fornöld. Ég var með það var bara, ég er með að stilta hann eða þau upp sem ég noti geta fallu. Við erum með 16 gjafir, við ætlum ekki að styrkja 16 börn, en við getum ekki skilið 1 barn út undan. Það eru 12 börn fyrir utan okkar styrktabörn sem að búa með börnunum okkar. Þannig að okkur langaði ekki að fara bara og gefa okkar börnum heldur, þú veist, börnunum sem að deila það sem ég var að segja. En það er sem það er. Þannig sjáum við svona, akkurat svona, láta Viljavinn sístur.
Off we go, girls. I Vullebourg, i francés, i 1, 2, 3, 4, 5 klukkutíma. Haldi ég á dönsku á hana. Evran bara, þessi 50 krónur. Hún 50 krónur, svo förum við hérðan yfir til Zagreb. Ein evra 50 krónur. Welcome to Croatia Airlines in this Airbus A380. Lentar í Zagreb eftir, hvað var sér, 13 tíma ferðalag, cirka bát. Nei, ég var að spyrja hann um skartgangum. Þvílík vonbrigði að sjá þau labba hérna tilbaka með einhvern skart. Nei, engan ís. Nú er þau komin. Sjá þau. Tako je. Dobro. Rúsa. Þegar okkur finnst rosalega skrítið að vera hérna og geta ekki tala við hann. Fugl. A to se sve ti kriv. Já. Zašto nisi učio? Šta ih nisi Það er honum učio? að kenna. Já, Rúsa. Já, pappi. Það er þér að kenna. Miljevic-familjan. If Marco can tell us about, when he was here with our father, when they were just younger. To nije bilo onda stepenica, bila So there pravo. were no steps, it was just grass. Pravo. Okay. Onda tu se malo kupalo. And we swam here. Kupali se i tu većinom, a ovdje smo išli preko na sladoled And we had ice cream around. i to je tako non stop. And all the time, we did it all the time. And didn't go to school. I niste išli u školu. Ne, ne. No, ne. Ne. Eva, ne. Nećeš plakati, nećeš. Það er alltaf ótrúlega skrítið að segja bless við þau og kveðja af því að það þýtur alltaf í gegnum hausinn á mér ætli þetta sé í síðasta skipti. Núna erum við á leiðinni inn í Zagreb þar sem við ætlum að hitta hana Gordonu sem er framkvæmdastýra SOS Barnaþorpanna. This is my right hand. Okay, to the Yeah. right. I think so. Croatia is one of the poorest country in European Union. Number of newborns in Croatia every year is going down, 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 down. We're losing our babies. We're losing our young people because of this low standard and problem with finding proper job. They decide to leave Croatia to find happiness in some other countries. We have a very, very high number of whole families who left Croatia. This is our reality, what is maybe not so known as this beautiful picture of our coast or our town. The children that are growing up now and they just leave as soon as they can. They leave and do they not come back? This is a term of collective trauma experience. This trauma experience can be transferred from generation to generation. There are families who are really, really still living in this time of war when we hate each other, when we are afraid of each other. Some children are affected because they are speaking about war.
They're speaking about their negative emotions, about SIRS. There is higher level of aggressive behavior. There is part of this PTSD syndrome when a person who is deeply in trauma experience lose control in some demanding situation. His children look at his father and learn this role model. Level of mental illness are higher in such a family, and if you not work on this trauma, it is part of your life, and your actions, your thoughts, your emotions affected by this trauma. And because of this situation, also our villages are faced with a lot of requests. Pabbi minn fór af því hann vildi betra líf. Það er ótrúlega bara skrítið að hugsa til þess að fólk ennþá að yfirgefa landið leita betra lífi. Við erum ennþá þar. Góðan dag, glens og grín, það er mitt fag, hopp og hí, trallali, upp á nefið, nú ég sný. Góðan daginn, systur, rise and shine, bitches. Ok, þá erum við systur klárar að leggja af stað í SOS Barnaþorpið, þar sem við erum að hitta styrktarbetur okkar í dag. En vil ég sjá, býta, þetta er ekki til þetta útskýrir spennustigið. Sérðu? Ég er tilbúin. Hvað er? Heldur að fólk sjá þetta? Það er að gráta. Já. Eða henni verið brátt í brók. Þá erum við staddar svona cirka hálftíma frá Barnaþorpinu núna. Það er smá pitstopp. Komin í þorpið. Og ég er með hjartsláttartruflanir og ég er sveitt í lófunum og allt saman. SOS Barnaþorpin eru staðsett nánast út allan heim þar sem þörf er á og í þessum þorpum búa börn sem af einhverjum ástæðum get ekki alist upp hjá blóðforeldrum sínum eða ættingjum og þá eru SOS Barnaþorpin samtökin sem grípa þessi börn og veita þeim í rauninni lífið sem að öll börn í heiminum eiga að fá að upplifa. Now you've accepted just today 4 new children that are coming to the village. How do you feel when you can say yes to 4 children? Prvi susret sa nekim djetetom koji će možda doći kod nas je kroz neku dokumentaciju. Samo čitanje te dokumentacije je zapravo teško. I prvi osjećaj koji se javlja je tuga. Tuga da još jedno dijete ili još 4 djece ili još mnogo djece nemaju mogućnost odrastati u jednoj zdravoj obitelji. Ali mi smo zato tu i nešto možemo tom djetetu dati drugačije, pokazati da nisu svi odrasli loši, pa pogotovo kad je roditelj taj neko ko je loš. I tu onda ima neka nada, neka ona želja za borbom. Želja za borbom i pokazivanjem da to što se do sada događalo se ne mora ponavljati u budućnosti. Da postoje ljudi koji razumiju i da postoje ljudi koji će učiniti sve kako bi to svojim ponašanjem kroz rad pokazali da može to biti puno drugačije. Na tortu ili trešnja na šlag, ja bih rekao što se mene tiče, je bilo kad me jedna sada djevojka koja je ovdje živjela u dječjem selu, prošla je i program za mlade, zamolila kada će se
udavati i kad se udavala da je odvedem do oltara. Evo, to je meni bilo nešto kao onaj šlag na tortu, trešnja na šlag. And you lost me. Udala ili još nije? Udala već se. Dvoje djece. And then give you a hug. It's been amazing. Thank you. Thank you for opening the village for us. Og þá komum við á stóru stundinni þar sem við systur fáum að hitta SOS börnin okkar. Dobar dan, my name is Eva Rusak, Tina in Dubravka. Oh, hi! Hi! Koliko ti ima godina? 6. Aha. I Lego friends. Hannah. Are you happy with this? What is the first thing you have to consider when they come into your care? Ta djeca uglavnom dođu iz nesređenih obitelji i ima jako teških slučajeva i prvo je što im pružiti ljubav. Znači ljubav i dobrodošlicu. Doing amazing job. I'm just like, incredible. Yeah. Još jedan Lucija. Hvala. Volim. Izvolite. Can we just leave it here? Dobro, ostale igračke. Napisali su. And then you have to share. Because you're sisters. Öll þessi börn sem eru hérna eru búin að þurfa að takast á við eitthvað sem að engin börn eiga að þurfa að takast á við. Ég vissi ekki hvað ég átti von á, ég vissi ekki einhvern veginn ég var að labba inn á heimili þar sem að væri bara rúm með hvolpasveitarúmfötum. Gerði þið ekki bara grín fyrir að þetta væri, maður vissi þetta var heimili en þetta var bara En það sem einkenndi öll heimilin sem við fengum að fara inn á 3 heimili var ró og hlýja. Ég veit að þetta er upplifun sem að þegar við vorum eldgamlar og sitjum á okkur bekk í Króatíu heimsóknum okkar. Ég er alveg viss að við fáum alltaf þessi tilfinningu inn í okkur aftur sem að við upplifum hérna þegar maður hugsar þetta. Ég hélt í alvörunni að við myndum koma hingað. Og ekki fara að gráta. Ekki fara að gráta. Það er ekki búið að ganga vel þessari ferð, það gráta ekki. Það er ekki búið að ganga vel. Nei. Þá erum við systur mættar í hitt barnaþorpið en í dag er 30 ára afmæli SOS barnaþorpanna í Króatíu og okkur er boðið að vera með. Við hittum Önnu sem að kom í barnaþorpið þegar hún var 10 ára gömul ásamt 4 bræðrum sínum og hún er á 30-aldri í dag og löngu flutt úr þorpinu en hún ætlar að segja okkur söguna sína. But like, what kind of feelings do you feel when you come back here? It's a home. Some kids come here when they're like 10 months and they're here until they're 15. That's their whole life. If I hadn't have left my home, I wouldn't have been the person I am today. Like at all. Maybe I wouldn't even finish, primary school because that was how it was. But here I think people are really raising you and always telling you that you have a chance, you are something. Like maybe it was really bad before, but that doesn't make you who you are. They're trying really above and beyond to give you things that you didn't have. You see, this has been going on for 30 years, and imagine how many kids were here. Now I have a chance. So I think, I think it just goes on to show how amazing this place is and the people working here, and the whole idea of having a home, someone who cares and just grows up with you, and it's just how you did with your parents. It's just
a little bit different, but it's just as beautiful, I think. Viðtalið við Önnu var innsýnin sem við fengum inn í hvernig lífið hjá börnunum sem alast upp í SOS barnaþorpunum. Þetta breytti lífinar, bara fullkomlega og gerði það að einhverju fallegu. Og án þess að við höfðum nokkra hugmynd að þá voru börnin okkar mætt í þetta afmæli, þannig að við fengum að leika okkur með þeim einu sinni enn. Við fengum að faðma þau einu sinni enn og það var ekkert eftir hjá okkur nema þakklæti. Þetta var eiginlega bara svona hamingjutilfinning að hafa fengið að fá að upplifa, segjum við það. Maður gerir sér enga grein fyrir hvað eru margir sem starfa í kringum barnaþorpin og þetta er allt fólk sem að börnin það eina sem skiptir máli hjá þeim. Við vorum búin að sjá, börnin okkar eru að bara alast upp inn á ástríku heimili þar sem hugsað þau eins og þau séu gullin sem þau eru. Ég held að ég verði ekki að andtaka í nóttina. Ég held ekki. Ég held ég eftir að sofna mjög vel í nótt. Er þetta finnandi? Það var svo gaman hjá okkur. Róleg.